Sumir segja að orðflokkagreining sé rosalega flókin, en það þarf ekkert að vera rétt. Þú kannt til dæmis öll einkenni orðflokkana, þú ert bara aðeins að læra að nýta það. Málfræðingar gera svolítið af því að rannsaka orð. Þeir vilja vita hvaða merkingu orðið hefur til þess að skilja það, en þeir skoða líka orðin sem í kringum orðið og hvernig og hvort orðið breytist og beygist þegar það er notað. Orðin sem við notum haga sér ekki öll eins þegar við notum þau, en flest haga sér samt á nákvæmlega sama hátt og mörg önnur orð í tungumálinu. Og þess vegna getum við skipt orðum í orðflokka, orðflokkagreint orð. Og það hjálpar okkur í því að skilja betur tungumálið okkar og byggingu þess. En hvað eru orðflokkar og hvað er orðflokkagreining? Íslenskum orðum gjarnan skipt í 3 yfirflokka: fallorð, sagnorð og óbeygjanleg orð sem oft eru kölluð smáorð. Að læra heiti orðflokka og átta sig á einkennum þeirra orða sem að tilheyra þeim hluti af þeim grunni sem við þurfum sem málfræðingar í rannsóknarleiðangri lendur tungumálsins. Þau orð sem að breytast og beygjast á sama hátt getum við sett saman í flokk. Í flokknum fallorð eru til dæmis öll þau orð sem fallbeygjast. Hér kýr kú frá kú til kýr. Fallbeygingin einföld ósköp skýr. Fallorð skiptast í nokkra undirflokka, svo sem nafnorð, lýsingarorð og fornöfn, og hver þessara flokka hefur sín sérstöku einkenni. Í flokknum sagnorð eru bara sagnorð, en þau eru mjög áhrifaríkur flokkur orða sem beygjast og breytast á ýmsan hátt þegar við notum þau, og svo eru það óbeygjanleg orð sem eru alltaf eins þegar við notum þau, en við getum flokkað í nokkra undirflokka, til dæmis eftir því hvernig þau standa með öðrum orðum þegar við notum þau. Orðflokkagreining að taka orð og skipta þeim í flokka eftir því hvernig þau breytast og beygjast, hvernig þau standa með öðrum orðum í tungumálinu og í hvaða tilgangi við notum þau. Í þáttunum sem hér fylgja eftir munum við læra nánar orðflokkana og einkenni þeirra. Halda áfram leitinni að okkar innri málfræðingi, því við erum jú öll málfræðingar.